Ég heiti Valgerður Anna Einarsdóttir og ég var 29 ára þegar systir mín greindist með heilaæxli. Systir mín var prjónahönnur og vann sem slíkur áður en hún dó og fann mikla hugarró við það að prjóna og þegar hún greinist með heilaæxli þá greinist það þannig að hún lamast alveg öðrum inn líkamanum og þannig finnast þessi heilaæxli og hún var mest stressuð yfir því að geta aldrei prjónað aftur. Þetta var hennar hugleiðsla að prjóna og hún skildi eftir sig heilt listasafn af listaverkum og eftir að hún fellur frá þá 6 mánuðum seinna eins og eitthvað hafi komið yfir mig. Þetta var svo ótrúlega sérstakt. Ég sagði, ég verð að sýna heiminum þetta. Ég verð bara að halda sýningar og ég neita að hennar saga sé búin. Þannig eftir að hún deyr þá held ég sýningu og svo held ég aðra sýningu og svo held ég fyrirlestur. Það leiddi mig og Kraft saman eina ferðin enn og við ákvaðum að hanna 9 húfurnar sem verða seldar núna í janúar til heiðurs systur minni í hennar anda. Ég leyfi mig bara fullir það af því það er enginn sem getur afsannað það. Þá þekkir enginn systur mína betur en ég. Ég ólst náttúrulega upp með henni og veit hvað hún hugsar, ég veit hvað pirrar hana og ég veit hvað gerir hana glaða. Og þegar þessi húfupæling kom á borðið þá vissi ég bara nákvæmlega hvernig ég átti að túlka systur mína sem listamann. Þannig að þegar ég settist niður með Kraftsteyminu þá hafði ég ákveðna hugmynd í hausnum að blanda saman prjóni og litum af því að það er rauður þráður í gegnum alla hennar vinnu og út kom appelsínugulhúan sem er náttúrulega algjörlega stórkostleg og er hún. Þetta er eins og þessi Hanna af Tóta Van Helsing og þetta er líklega Hanna henni af því að hún stýrir mér í gegnum þetta allt saman. Og síðan svarta húan af því við vildum gera 2 og það er svona lítið línuritt á lífið núna logoinu sem er svona hliðinni og það er leðurblaka í logói systur minnar og þetta harmonaði þessari bara einhvern veginn mjög vel saman að tengja línurittið við leðurblökuna og þannig varð svarta húan til. Efnið líka í húinni er 50% ull og 50% endurunni nælon sem er líka harmonisera mjög vel við verk systur minnar. Þetta er til dæmis peysa eftir hana og hún er öll úr endurunni gatni þannig að allur efniviðurinn í þessari peysu er fengin úr öðrum prjónuðum flíkum eða afgangsgatni af nýtimörkum eða eitthvað svoleiðis. Þannig að efniviðurinn er líka, við pældum líka í honum og fengum stóran erlenda framleiðanda til þess að búa til húðuna sjálfar fyrir okkur. Þetta er held ég bara eitt stórkostlegasta verkefni sem ég hef verið partur af allavega og ég veit að hún væri stolt af því líka.